Jæja Valur, ágætur fyrirháleikur hjá þínum mönnum voru að hitta vel og ná svona einhvern veginn að halda yfir KR, en hvað kom fyrir í seinni hálfleik stig? Já, það skipti mestu máli að við mistum Viktor út úr hópnum. Eða þú veist, við ákveðum að hvíla hann. Hann fekk hérna högg á náran og samkvæmt í samráði við sjúkraþjálfarann þá ákveðum að hvíla hann. En sko við mistum það bara í allt of hraðan leik. Við vorum að slúta sóknum ekki alveg nógu vel þannig á kafla og mistum það bara og þeir bara skoruðu allt of auðvitað körfur á kafla. Og svo kom smá svona vonleysi í strákana, svo maður þarf að nýta þessi 3 leikli og berja kraft í þeim. Við náðum að koma ágætlega tilbaka, skoruðu nokkra körfur í röð þarna á þá. En svo bara mistum við þetta í lokin, það var bara... Þú getur að 45-47 staðan í hálfleik, þú getur alltaf verið sáttur við þessa vörn? Nei, ég meina þeir voru að hitta vel, við vorum að hitta vel. Auðvitað viljum við gera betur í vörninni. En ég meina það eru flest lið sem myndu sætta sig við að vera 2 stigum undir á móti KR í hálfleik. Og það er bara, þú veist, þó að við hafum mikið skorað, leikurinn var hraður, þá var ég bara sáttur við það. Og við vorum nokkurn veginn á pari í hálfleik. En síðan bara, það er náttúrulega erfitt. Þú veist, það er erfitt fyrir meðspilarana að missa svona stóran post. Og það er já, ég ætla bara að vona að við förum að fá að spila með allan hópinn. Næsti leikur er á móti Haukum. Það er svona, Haukar hafa verið alltaf upp og ofan í fyrstu 2 leikjunum. Hvað heldurðu að þið þurfa að gera til þess að vinna þá? Fyrst ég ætla að vona að við fáum að vera með sem flesta leikmenn. Að því gefna að allir verið með, hvað ætlið það að gera? Ég bara laka til að fá að vera með alla. og já, ég veit ekki. Við höfum eftir að skáta þá og þeir okkur, þannig að það verður bara tímanlega ljós. Algjörlega, takk fyrir þetta. Okay.